Takk fyrir það. Það gott að koma eftir bæði Helgu og Ívari vegna þess að það algjör samhljómur í því sem ég að tala hérna í dag. Kostur fyrir ykkur að ég get þá kannski stytt mál mitt örlítið og við náðum að vinna upp tíman, en sjáum til með það. Ég ætla að fjalla hérna aðeins dreifingu ferðamanna og fjárfestingu í flugi og svona fara aðeins yfir svona ekki beint hvað við höfum verið að gera síðustu ári í fluginu heldur svona hvernig staðan að mínum dómi núna. En til þess að byrja með örstutt hver markaðsstofa Norðurland sem rekur flugklassan R66 Norður. Starfsvæðið okkar sést þarna á kortinu, það frá Hrútafirði yfir á Bakkafjörð, mjög stórt svæði. Það eru 496 kilometrar á milli þéttbýlisstaða þarna og við vinnum fyrir 200 ferðaþjónustu fyrirtæki og 19 sveitarfélög á Norðurlandi. Og okkar hlutverk að kynna Norðurland, bæði hérna fyrir innlendum ferðamönnum og erlendum ferðamönnum. Við erum að bjóða hingað blaðamönnum, ferðaskrifstofum, við erum að fara á ferðasýningar, við erum að reka vefi og samfélagsmiðla og svona nota öll okkar ráð til þess að koma Norðurlandi á framfæri. Og það gaman að segja frá því að kortið okkar sem ég tala þarna það liggur hérna á borðinu hjá honum með þetta. Hann búinn að vera að skoða það í alla morgun, þannig að það greinilega virkar ennþá pappíri sem við gefum út fyrir ferðaþjónustuna. En 2011 þá stofnuðum við flugklassan R66 Norður og það voru strax nokkrar áskoranir sem byggðu okkur þá, þrátt fyrir á þeim tíma væru menn að segja við erum búin að vera að reyna að ná inn millilandaflugi í 20 ára. Og höfðu menn verið búnir að reyna það en þarna var verið að stofna formlegt batteri utan verkefni sem átti síðan að fjármagna verkefnið flugið. Og stóra vandamáli strax var að fá fyrirtæki og sveitarfélög í virka þátttöku. Okkur tókst að fá fjármagn frá sveitarfélögunum 2012, frá fyrirtækjunum gekk alls ekki jafnvel að fá fjármagn. Þau hins vegar tóku þátt á annan hátt, tóku þátt í verkefni, tóku þátt í blaðamannaferðum og markaðssetningu sem skipti mjög miklu máli til þess að geta náð þessum árangri. Við settum okkur rosalega háleit markmið hana 2011 og ætlum að vera búin að ná inn flugi 2015 sem allir vita hér að hefur ekki náðst. Við ætlum okkur líka að ná stuðningi frá ríkinu strax. Við ætlum að fá 100 milljónir frá ríkinu strax 2012 til þess að geta boðið flugfélögum sem að fara að fljúga til Akureyrar einhvern stuðning og keypt þau til þess að koma, eins og verið að gera alls staðar út í heimi. Það bara skemmst frá því að segja að það hefur alls ekki gengið eftir og það kom frá 2011 til 2015 þá höfum við fengið samtals 10 milljónir króna í þetta verkefni frá ríkinu. Og þið sjáu kannski hver áherslan á þetta verkefni þar. Og hérna erum við að tala verkefni sem talað á öllum fundum, í öllum skýrslum, öllum stefnumótunum Norðurland og Austurland að við þurfum að ná inn beinu flugi til þess að bæta ferðaþjónustuna og til þess að laga atvinnulífi og gera því kleift að vaxa og dafna. Og það 10 milljónir frá ríkinu og við höfum verið að markaðssetja Norðurland flugklassin fyrir 19 milljónir á ári frá 2011. Og þessar 19 milljónir, þetta ekki bara peningar sem ég get keypt auglýsingar fyrir, heldur þetta rekstur á starfsmanni líka. Hvað þá eftir í markaðssetningu á Norðurlandi? Setjið þetta eins í samhengi við verkefni sem þeir eru að vinna. Bara sem dæmi, þá var Ferðamálastofa að vinna að greiningu á þörfum fyrir upplýsingamiðstöðvar landið. Það verkefni kostaði 20 milljónir. Meira heldur en þá að kosta mig að koma á flugi á Norðurlandi á ári. En ég kannski sama gír og Ívar hérna áðan. Við erum komin á ákveðin stað þar sem við þurfum að fara að ákveða það hvort að við ætlum að þróa ferðaþjónustuna í landinu, hvort við ætlum að sjá þessa fallegu framtíðarsýn sem Helga dró upp áðan, eða hvort við ætlum að þróa hana á einum stað á landinu. Og það stóra verkefni sem við höfum verið að glíma við síðustu ár, það í rauninni að byggja upp tiltrú á þessu verkefni, frekar en að geta eytt allir okkar orku í að markaðssetja svæðið. En þetta ekki alsvart og þetta ekki alvont. Við höfum náð ákveðinni þáttöku og fjárfestingu bæði fyrirtæki og sveitarfélaga eins og ég sagði áðan og Akureyrarbær hefur staðið þar fremstur og má fá hrós skilið bæði fyrir að tala upp verkefni og fyrir að setja 85% af því fjármagni sem hefur verið sett í verkefni. Isavia hefur unnið með okkur. Það var strax komin 2012 niðurgreiðslu áætlun fyrir flugfélög, það afslættir á lendingagjöldum og farþegagjöldum og við höfum farið með Isavia á Roots Europe sem ráðstefna flugfélaga og flugvalla. Við höfum gert það frá 2011. Akureyrarflugvöllur fór síðan sjálfstæður 2014 og 2015 og í samfloti við Egilsstaði 2016. Og Helga kom inn á áðan að Isavia að fá 7 milljarða úr ferðaþjónustunni í tekjur
sem að gæti hljóma vel fyrir okkur ef við getum nýtt eitthvað af þessu í Akureyrarflugvöll eða Egilsstaðaflugvöll. En þessar tekjur ekki að koma til Isavia, heldur til Keflavíkurflugvallar OHF sem að nýtir þessar tekjur allar í Keflavíkurflugvöll. Og þar af leiðandi hann rekinn með hagnaðarskyni en aðrir flugvallar á landinu eru reknir á fjárlögum. Og það ekki sett króna í markaðssetningu á Akureyrar og Egilsstaðaflugvöllum. Það búið að búið til einn bækling. Og hins vegar vil ég taka fram að það eru starfsmenn innan Isavia, það situr nú einn í salnum, sem að vinna mjög vel með okkur og vilja gera sitt til þess að kynna áfangastaðina og kynna flugvöllina. En það kerfið sem ég að gagnrýna. Kerfið sem við höfum sett upp, það ríkið sem ég að gagnrýna fyrir það að setja kerfið þannig upp að þetta ekki hægt. Það var stofnaður flugþróunarsjóður í júlí 2016, tókst loksins að koma honum í gegn, sjóðurinn sem okkur dreymdi 2011. Þar höfum við 80 milljónir króna í ár og höfum síðan 300 milljónir króna á ári í 3 ár til þess að niðurgreiða fyrir flugfélög sem vilja koma hingað og til þess að borga markaðsstuðning. Og þetta bara stórsigur að ná þessu gegn og þetta í rauninni gerir það verkum að fyrst núna getum við farið að tala við flugfélög af einhverju viti. Og við höfum haft mörg tækifæri, við fengum hingað Norwegian Airlines til dæmis 2013, gátum ekkert boðið þeim og þeir fóru heim aftur. Við höfum verið að tala við stór lággjaldaflugfélög og þau beðið tilboð frá okkur og við höfum ekki getað svara neinu fyrir þá í fyrsta lagi núna. Þannig að við erum kannski komin akkurat með vopnin í hendurnar sem við höfum þurft allan tíman. En Helga birti þessa mynd áðan, það sem ég vildi kannski draga fram hérna, annað en vöxtinn, það bara árið 2011, það voru 540.000 ferðamenn. Við erum að hafa þetta svolítið í huga þegar við segjum við erum búin að reyna að ná fluginu í mörg ár. Það svo gjörbreytt staða. Á þessum tíma vorum við þá líklega með 150.000 ferðamenn á Norðurlandi. Núna 400.000. Þannig að það gjörbreytt staða þegar við komum að því að kynna fyrir flugfélögunum áfangastaði Norðurland. Fjöldi gistinátta á Norðurlandi hérna, bara aðeins til að sýna ykkur vöxtinn, 718.000 gistinætur á Norðurlandi 2015. Og ef við horfum síðan bara á landið allt saman, hvernig dreifast ferðamenn landið, af því það á að vera inntak í mínu erindi svolítið, þá erum við að horfa á efri myndin sumartíminn og neðri myndin veturinn. Og við erum að horfa á gistinætur eftir landshlutum. Höfuðborgarsvæðið og Suðurnesið eru þarna fremstu súlurnar, gengur mjög vel hjá öllum landshlutum yfir sumartíman. Hvað gerist yfir vetrartíman? Vestfirðir, Norðurland og Austurland, þeir hverfa. Við náum ekki einu sinni inn á blað, það ekki einu sinni tölur á súlunum okkar, það eru svo lágar. Þannig að það engin vöxtur. Á Norðurlandi erum við með 13% erlendra ferðamanna sem koma til landsins að koma norður yfir vetrartíman. Það því að Norðurland ekki góður vetraráfangastaður? Alls ekki. Íslendingar segja þetta sé besti vetraráfangastaður á landinu. Þannig við höfum öll tækifæri til þess að ná fleiri. Þetta snýst bara samgöngur og ekkert annað. Fór aðeins meira hérna ofan í Norðurland, sumar og vetur, skiptinguna bara til þess að sjá sýninguna, þetta ekki allt svart. Við erum sem betur fer að ná gráa hlutanum hana sem vetrartíminn upp í 240.000 gistinætur í fyrra og þið sjáu bara að sú súla að stækka, þar að segja að veturinn að lagast heilmikið hjá okkur. Sett hérna mynd líka, þeir sjáu, þar að segja dökkbláa línan 2015, þetta bara Eyjafjörður, ég tók hann út af því við erum nú hér. Og þá getið þið séð að axlirnar okkar eru að skána. Við erum að fá góðan mars og við erum síðan að fá frá maí ferðamenn og straumurinn fer svo að minnka verulega þarna miðjan október. Og þetta gjörbreytingi líka, bara frá 2011 þegar við vorum í rauninni ennþá bara með 3 mánaða háan. Tók síðan bara hérna til gamans að því við erum að horfa á þessi svæði. Ívar kom nú inn á þjóðveg 1, sum svæði ná ekkert að vera með á þjóðveginu, það Vestfirðir og það norðausturhornið okkar, Melrakkasléttan og Langanes. Það sé allt austur fyrir Ásbyrgi, það þangað koma 32.000 ferðamenn á ári, allt árið. Og á þessu svæði, það snýst náttúrulega samgöngur, en þarna verið að kalla eftir að ferðaþjónustan byggi upp og verði betur tilbúin. Og hún getur það ekki fyrir að samgönguinnviðirnir eru þannig að ferðamenn komist og að menn fái einhverja tekjur til þess að byggja á. Sér ykkur hérna líka hlutfallsdálkana, hlutfall af erlendu ferðamönnum sem koma til Íslands, hversu stórt hlutfall kemur á ákveðin svæði á Norðurlandi og þá sjáum við að við erum að missa hlutdeild. Það er að segja að ferðamönnum að fjölga mikið á Norðurlandi, við getum verið ánægð með það, en við erum að missa hlutdeild í landinu sem þýðir það
að það stöðugt stærri hlutur ferðamanna að fara á suðvesturhornið og minni hlutir að koma til okkar hérna norður, austur og vestfirðina, veit ég að staðan nákvæmlega eins. Ég sagði að Norðurland það tilbúið, við eigum náttúruperlur, við eigum afþreyingu, við eigum fyrirtæki, tók saman nokkra tölur að ganni, þetta ekki skuggahagkerfi, þetta bara skráðar tölur hjá ferðamálastofu, það að segja skráðir aðilar. Þá erum við á Norðurlandi með 200 veitingastaði, kaffihús og skyndibitastaði, við erum með 37 hótel, við erum með gistiheimili, sumarhús, ferðaskrifstofur, með 280 ferðaskipuleggjendur, það að segja aðilar sem geta farið með ferðamenn út allt. Og við erum með 1 til 1,5 milljón af ónotuðum gistinóttum á ári. Þannig að það nóg pláss eftir hjá okkur og við þurfum ekki að neinar ágjörðu því að þó að flugi takist að þá séum við að lenda í vandræðum með að hýsa gestina okkar. Við fáum líka gríðarlega góðar umsagnir, tók hérna til gamans hluta af blaðagrein sem að blaðamenn Norwegian Inflight blaðsins skrifuðu í nóvember í fyrra og fórum við með það á Norðurland og þeir sögðu að Norðurland væri einn af bestu ævintýra áfangastaður í Evrópu. Og það vegna þess að það allt í boði. Það eru hvalir, það eru hestar, það eru fossarnir okkar, það eru dalir og það eru eyjurnar, það einmitt böðin sem að með kom inn á, geothermal böð. Þeir taka ekki fram að þeir þurfa að vera með einhverjum fallegum íslenskum konum eins og hann gerði, en að menn geti slakað á eftir góðan dag í miklum ævintýrum. Og þá skulum við skoða þessi seglar sem að þessir menn að tala að þeir vilji koma og njóta. Hvernig aðgengi að þeim? Ég tók nokkuð dæmi og ég tek það fram, ég ekki einu sinni byrjuð á Mývatnssveit þarna. Dettifoss, okkar aflmesti foss Evrópu, eitthvað sem við ættum að vera að selja og kynna alveg gríðarlega mikið. Demantsingurinn ókláraður ennþá, það komu góðar fréttir í gær, ég ætla að fagna, en ég fagna samt með ákveðnum fyrirvara því við hefum heyrt þetta áður, en mikið vona ég að við náum að klára veginn núna, þannig að það verði hægt að nýta demantsringin okkar og nýta ferðirna þarna austur. En það hins vegar óleyst vandamál að vetri að það ekki mokað að Dettifossi. Vegna þess að Vegagerðin skipuleggur sig ennþá eins og gert var þegar bændasamfélagið réði öllu. Það að segja, ef það væri mjólkurbú við Dettifoss, þá væri mokað þangað. En af því að þetta eru ferðamenn, þá skiptir þetta ekki máli. Og þetta bara staðreynd. Dettifoss fellur undir G-reglu að vori og að hausti má moka 2 viku ef það snjólegt. Leið og verður ófært, þá hættar að moka. Og ferðaþjónustan búin að biðla til Vegagerðina og þeir reyna að fara svona af og til, en það getur ekki selt eitthvað sem bara opið svona slatta og stundum. Og ég veit að Sævar hér sem situr í salnum getur hjartanlega tekið undir þetta. Þetta algjörlega galið. Og ég bara spyr mig, ef þetta væri Gullfoss, eða ef við værum nær höfuðborgarsvæðinu, væri staðan í alvöru svona. Þetta áherslan sem við viljum. Og svo bara áfram Hvítserkur, stór náttúruperla á Norðurlandi vestra. Þar 4 til 5 metra breiður, mjög illfær malarvegur þar sem allt upp í 4 bílar á dag voru að fara út af við allt sumar. Eigum við að selja þetta? Eigum við að kynna þetta? Ferðaþjónustan vill breyta þessu. Við gerðum könnun, eða Deloitte gerði könnun með markaðsstofan Landsvirkjana núna og birti í síðustu viku og þar kom fram að á Norðurlandi, Austurlandi og Vestfjörðum þá á áherslan í uppbyggingu hins opinbera að vera á dreifingu ferðamanna, aðgengi og skipulag ferðamanna og samgöngur á landi. Það okkar áhersla. Vesturland, Suðurland, Reykjanes og höfuðborgarsvæði voru hins vegar meira að tala stefnumótun og svona skipulag svæða. Komnið lengra vegna þess að það auðvitað mikið að gera allt árið. Og Helga kom inn á gjaldtökuna. 81% ferðaþjónustufyrirtækja styðja aukna gjaldtöku til uppbyggingar áfangastaða og telja að sveitarfélögin eigi að fá aukna hlutdeild í opinberum tekjum. Það að segja, menn að kalla eftir því að það komi eitthvað að tekjum af ferðaþjónustunni út á land. Það ekki að gerast núna. Tekjurnar fara allar í ríkissjóð og ríkissjóður hefur ekki lagt áherslu á uppbyggingu í landsveitunum. Af hverju gera ferðaþjónustufyrirtækin þetta ekki bara sjálf, heyrum við oft. Tók hérna saman samsetningu ferðaþjónustufyrirtækja upp úr þessari sömu könnun. Þá eru 44% ferðaþjónustufyrirtækja með 1 til 19 milljónir króna í veltu 2015. Þetta kannski ástæðan fyrir að það ekki verið að setja meira fjármagn, til dæmis í markaðssetningu á fluginu. Menn hafa hreinlega ekki bolmagn til þess. 67% voru með 1 til 5 starfsmenn 2015. Og á Norðurlandi getum við þó glaðst yfir því, þetta sést nú ekki vel á myndinni, en við erum mjög lík höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að því hvernig fyrirtækinu hefur samsett að því leyti
að það eru þó allavega 21% eru með veltu upp á 100 til 249 milljónir, þar sem við erum líka með stóru fyrirtækin hérna og við erum eina landsvæði utan höfuðborgarsvæðisins sem hefur þessi stóru fyrirtæki. Og það er áhugavert til dæmis að horfa á Suðurlandi í því samhengi að þar eru fyrirtækin mjög lítil og það eru mjög fá afþreyingarfyrirtæki á Suðurlandi, það er vegna þess að tekjurnar verða eftir í Reykjavík. Það er verið að keyra dagsferðir á Suðurlandi og skilja eftir tekjurnar í Reykjavík. Það er að segja gistitekjurnar, þeir sem eru að greiða fyrir afþreyinguna, þetta fer allt í höfuðborgina. Þetta er skekkjan sem við erum að berjast við. Og rétt í lokin, fjárfesting í millilandaflugi. Við þurfum að fara að ákveða að við fjárfestum í millilandaflugi. Ég tók hérna smá grein bara frétt sem kom núna í vikunni frá City of Derry Airport. Þar er verið að setja milljarð í uppbyggingu á flugi vegna þess að Ryanair var að fara að hætta að fljúga þangað og ríkið ákvað að það yrði að vera flug á þennan þriðastærsta flugvöll í Írlandi og setja milljarð í verkefni. Þetta er okkar samkeppni. Og þetta er ekki stór flugvöllur með margar flugleiðir. Glasgow, Liverpool, London og Faro voru einu flugleiðin sem eru þarna. Við þurfum að fara að ákveða hvað við ætlum að gera. Ætlum við að halda áfram að reyna að berjast fyrir flugi og ætlum við að fara að gera það almennilega. Við höfum heilmikinn ávinning af því, það er fjölgun ferðamanna. Það er líka bara meiri dvalartími ef menn lenda á Norðurlandi. Þá fer gistitíminn úr 2 og upp í 7 nætur og menn fara að ferðast Norðurland, þeir fara að ferðast austur. Og það er oft talað hvort að flugið er að koma fyrst á Egilsstaði Akureyri. Það skiptir ekki máli, það þarf bara að koma á hana landshluta. Þannig að við getum breytt ferðaþjónustunni. Tekjuaukning hins opinbera verður gríðarleg í skýrslu sem var unnin fyrir flugnefndarhóp sem að setja upp flugþróunarsjóðinn. Það var tekjuaukning af flugi allt árið 2 í viku með við tæplega 80% nýtingu áætluð 300 milljónir og þá verði til 35 ný heilsársstörf. En við fáum líka tækifæri til rekstrar ferðaþjónustu allt árið sem við höfum ekki í dag. Við getum ekki farið að fjárfesta og þið þekkið það örugglega öll hérna inni að menn að bíða með fjárfestingar af því að veturinn er svo óbáslega erfiður. Það koma betri skilyrði til fjárfestinga, menn fara að þora að fjárfesta í stórum seglum eins og er stöðugt verið að tala um að við höfum að byggja upp hérna út á landi. Og að sjálfsögðu vera betri búsetuskilyrði og bætt lífsgæði. Hverjir eiga síðan að fjárfesta í ferðaþjónustunni? Það eru við í ferðaþjónustunni að sjálfsögðu, það eru Isavia, það eru sveitarfélögin og það eru ríkin. Það þurfa allir að standa saman að þessu og við þurfum ekki bara að fjárfesta í því að markaðsetja flugvöllin og svæðið okkar almennilega, heldur við þurfum að fjárfesta í innviðunum og við þurfum að sjá fram á það að ríkið og Ísland hafi einhverja langtíma stefnu og vilji skuldbinda sig til þess að koma þessu á, til þess að breyta þróun ferðaþjónustu á Íslandi þannig að hún geti lifað og dafnað næstu 100 ára. Þá er ég bara þakka fyrir mig.